Já, við erum sestar hérna við Rauðaborðið við Sara Stefhildadóttir og við ætlum að taka smá yfirferð fréttir vikunar út frá svona með feministaglerunum. Það hafa verið ýmsa fréttir í gangi frá Reykjavíkurborg, var þetta svona sem að hafa, Já, sem borgarfulltrúarnir voru að taka svolítið. Ég sá það sko. Sanna var hérna í einhverju viðtali í vikunni til dæmis inn á Samstöðinni og var að ræða Já, þau eru rosalega öflug náttúrulega. Sko, já, Sanna var að fara þessi yfir hérna stöðuna á félagslega húsnæðismarkaðnum, þar sem að til dæmis sko manni finnst svo sláandi bara hvað einhvern veginn Reykjavíkurborg virðist einhvern veginn ekki vera að ná að sinna skyldum sínum, gagnvart sko fólki sem að býður eftir félagslega húsnæði. Og það kom fram hjá henni að það eru 895 sem að býða, einstaklingar sem býða og 261 fjölskylda. Þú veist, þetta eru yfir 1000 manns, bara hausatalið, sem að komast ekki í skjól, þú veist, skjólstæðingar Reykjavíkurborgar. Svo má náttúrulega örugglega líka tala fólk frá öðrum sveitarfélögum og allt það, en enga síður, sko, þá, þú veist, mér virðist allavega staðan vera þannig að það heyrist rosalega mikið af þessum málum, þú veist, það sem að gengur ekkert, hvorki né rekur, eins og í leikskólamálum líka. Og þetta eru náttúrulega mál bara sem varða, þú veist, hérna, öryggi fólks líka og hérna barna þá líka sem að bíða eftir plássum á leikskóla. En hérna, það sem að virðist ganga, það eru þarna, þú veist, lóðabraskið sem er verið að selja verktökum til þess að byggja síðan þessar lúxusíbúðir. Og yndisreitunum. Já. Nákvæmlega, þetta er svolítið sem eru síðan, þú veist, í ofanálag. Ég meina, ég sé að heimildin hefur verið til að taka hérna smá úttekt svona með arkitektum sem hafa verið að gagnrýna sko skuggasvæði á þessum svokölluðu nýju. Þetta er allt svo þéttbyggt. Já, en þú veist, þá finnst manni forgangsröðunin eitthvað svolítið furðulega, þú veist, þegar verið að byggja þessar íbúðir sem er að kosta eitthvað hérna 100 milljóna, þú veist, fyrir eitthvað fólk, að því þá ertu raunverulega að styðja við þá menningu á kostnað hinna, alveg klart, að þú veist, það hlýtur að vera styðja við auðvaldið. Já, þú hlýtur að geta hort á það þannig að þú ert að styðja við menningu auðvaldsins á meðan að hinnir bíða. Almenningu bara bíður. Já, og þeir viðkvæmustu hóparnir, sko. Einmitt. En þetta er, það eru hérna, þetta með félagslega húsnæði líka, mér finnst líka svolítið sérstakt sko, þegar Sanna til dæmis að taka upp þessi máli á borgarstjórnarfundum og fulltrúarnir í meirihlutanum koma hver á fætur öðrum og verja Reykjavíkurborg fyrir að vera þó með mest hæsta hlutfallið af félagslegu húsnæði og öllu höfuborgsvæðinu, en ekki hvað, þetta er höfuborg Íslands. Já, akkurat. Skilur, og maður hugsa bara byttu. Og hún er bara að krefja þau að gera betur, en af hverju, sko, sjá þau einhvern veginn, sko, ég skil ekki af hverju þau get ekki, sko, forgangsraðað einhvern veginn þannig og þau getur hreinlega séð það, 5% er ekki mjög hátt ef þú berði saman við til dæmis borgir á hinnu Skandinavíulöndunum eins og Svíþjóð, Noregi eða Danmörku. Skilur, við ættum örugglega að gera betur og þau vita alveg, þetta vita þau alveg, skilur. Og þau vita að fólk úr stjórn húsnæðis- og mannvirkjastofnunar hefur komið fram og bara mælt með því að þessi tala ætti að fara upp í 20%. Alveg rétt, já. Og þau vita það og þau hafa verið að gagnrýna sko Kóp og önnur sveitafélög í kring fyrir að taka ekki þátt í hinum á þessum svona málum, þú veist. Já, maður spyr sér líka sko, hvaðan kemur þessi 5% tala? Já. Ef að 20% talan er og akkur ætlaðu að halda sig við þessa 5%. Akkur er það lögmál. Já, einmitt. Ég var einmitt að hlusta fyrir tilviljun á morgun útvarp Rásar 1 í morgun þar sem að Þórdís Lóa sem er formaður borgarstjórnar var í viðtali þar, Bogi Ágústsson var og Björn með hann í viðtali og þar komið til tal sem heit snjómoksturinn síðastliðin vetur sem fór í algjört fíasko sko. Og hún er greinlega mjög lægin sko við að skauta framhjá, talandi með eitthvað færa rök fyrir alltaf einhverju svona vörn, einhverju svona varnarræðu. Það bara við erum í stjórninni, það verður að gagnrýna og það er allt í fokki hérna. Já, viðtalið raunverulega, Bogi stóð sér reyndar fannst mér mjög vel við að pressa á hana, að spurja vegna þess að svörin voru
bara eins og atvinnupólitíkus, hún bara skautaði framhjá stöðut og eins og segi bara mjög lungin við það. Svara ekki spurningum. En það ekki, þú veist, ég meina þau stjórnmál hljóta bara að vera svolítið passé, skilur við. Þetta annar veturinn í röð, það sem að svona snjómokstur sem ætti að vera bara grunn hlutverk að halda samgöngukerfi borgarinnar gangandi og þetta gerist líka hérna í nærliggjandi sveitarfélögum en þetta var alvest í Reykjavík núna og mjög slæmt í fyrra líka. Og þá tekur maður eftir eins og þegar maður ferðast með strætó að það bara eru hópar af fólki sem hverfa úr strætó vegna þess að þau komast ekki yfir hraukana. Þú veist, þú séð ekki og hættir að sjá gamla fólkið og hættir að sjá ungu mæðurnar, þú veist, sem eru líka mjög viðkvæmur hópur, sem eru með kerrur og barnavagna á þetta, eða lítil börn með sér. Þannig að þú veist... En það líka allt, sko, eins og varandi snjómoksturinn sem að bara svo ég aðeins sko fara inn á það. Því ég held að það alveg rosalega algengt að til dæmis fyrirtæki stórverslanir og svona séu ekkert að móka heldur fyrir utan hjá sig, sko. Nei. Þannig að borgin ætti náttúrulega líka og sveitafélögin að tryggja það að stóru fyrirtækin sem rekin eru í sveitafélaginu séu að sinna sínum skildum líka eða svona ákveðnum en þetta hluti af einhverju menningu sem virðast það bara dunkast niður það er enginn að hugsa um þetta þannig að nú bara eitthvað svona ofsýnilegt þjónustuver sem á að sjá þetta og þegar enginn svarar í þjónustuverinu þá bara allir öxlum eitthvað þarf að kíkja aftur þarna í handbókina með verkferlunum ég veit það Herðu, en næsta frétt kannski svona í framhaldi af þessari sko niðurskura stefnu hjá borginni í svona velferðarmálum þá langar með þess að fara að ræða og að því að við erum að ræða húsnæðismál líka að það hefur verið mikið fjallað útigangsfólk núna í vetur líka og núna á að fara að loka eina neysluríminu sem til staðar við erum bara með þennan hóp fólks sem að býr við alveg ömurlegar aðstæður og er svolítið hent út í horn. Það kom mjög glögglega líka fram í brunanum í Vatnagarða. Í Vatnagarða, já, einmitt, sem er svona úrræði áfangaheimili. Það var áfangaheimili Betra Líf, sem er bara rekið um einstaklingi. Já, einmitt. Og minnst þetta svo tvíbent frétt, sko, hann var svolítið sárið við gagnrýninni, sko. Já. Sem ég skil að vissu leyti vegna þess að sko ég held að það sé alveg rétt það sem hann segir sko að þú veist mig grunar það sko að hann hafi kannski ekkert verið að hafa eitthvað upp úr þessu og það vilji í rauninni enginn sinna þessum hóp þannig að sko Já, hann sé að taka þetta að sér þess vegna Já, maður náttúrulega líka reka þarna húsnæði upp í Fannbergi eða Fannborg var það ekki því húsnæði var lokað af brunavörnum eða vegna skorsa brunavörnum Þannig að, hann er náttúrulega, þú veist, fúskari, það er enginn að, þú veist. Já, en þetta kannski líka bara varpar einmitt ljósi á, eflaust eitthvað til í því sem hann segir, menn þú veist ekki í ykkur svona einmitt til að græða því, varla. Ég minna að mista mjög hæpið. Það er mjög hæpið, ég held þú græðir ekkert á því, sko. Já, en sem þetta... Og hann var einmitt, talaði hann hefði marg leita til borgarinnar til þess að reyna að fá stuðning, svo það var bara hægt að halda úti, sko, sólarhringsvakt í húsinu. En þessi rekstur nefnilega, þessi áfangaheimili og úrræði fyrir heimilislausa, þó að sé mikið búið að skrifa og sína fallega myndir af þessum gámahúsnæðinu eins og út í Gufunesi út á Granda og svona, ég meina eins og út á Granda þetta er nú ekki fallegt umhverfið þar þó að Gufunesi hafa átt að hafa einhverja plöntur sko, en eins og í svona úrræðum að þá er þessi áfangaheimilisrekstur hann er algjörlega útvistæður hjá borginni, viðstjóra og þannig að þá missi borgin eins og sósíalistar í borgarstjórn hafa komist að borgarstjórn hefur enga yfirsýn yfir húsnæðismálin sín og þetta náttúrulega fellir undir það og þarna virðist einhvern veginn lausnin vera bara kannski svolítið þú veist þetta bara loka vandamálið inn í kassa sko með hurð eða bara að binda kjánan þarna út á tún þú veist það er ekkert verið að vinna með fólki Nei, það er bara verið að loka þetta eða hugsa, eða annast það sko, að því að að því meina þú þarft að hugsa fólk sem að getur ekki hugsað sig sjálf og þú lokar þau ekki bara inn í gám einhvers staðar, ég meina eins og hann var hérna í viðtali maður daginn sem að hleypti myndavél inn í það húsnæði sem hann er með og hann er í bara virkri neyslu og hann er ófærum að hugsa sig sjálfur þannig af hverju Já, og svo kemur aftur auðvitað, þetta er vandamál náttúrulega líka að síðan... En það er engar stefnur heldur, sko, ég meina það eru alls konar pólisíur sem þú getur miða við. Portúgal er komið mjög langt í þessu. Já, í svona eins og skaðaminkandi úrræðum. Já, en það er einhvern veginn ekkert... En svo er þetta, við vorum aðeins að ræða þetta því ég var að ræða reyndar öldrunamál hérna við 2 konur daginn
og þá var einmitt komum við aðeins inn á þessu umræðu að sumir í heimaþjónustu og annað og þú átt í rauninni ekki að þurfa til dæmis að vinna inn á heimili þar sem einhver keðjureikir eða eitthvað svoleiðis en það er alveg hægt að það eru undantekningarnar líka og það er alveg hægt að setja kannski einhverjar reglur þannig að einhver geti farið inn á heimilið á einhverjum ákveðnum tímum og skilur, það er mögulega hægt að það verður einhvern veginn að vinna í því þó að fólk sé í neyslu, þú getur ekki bara hend lyklinum sko. Já, að því þá, ég meina hversu sóttreinsað er það sko, ég man bara þegar ég var að vaxa úr grasi í Vesturbæ Reykjavíkur sko, þá var, það var fullt af svona fólki sem þú bara sérði ekkert í dag það var maðurinn sem gekk í striðapókana með kaðalennum sem miðjan og kókbotnaglerugun talaði aldrei við nokkurt mann og bjó bara í ykkur svona reisi inn í porti og svo voru það voru nunnur líka það var maður sem bjó með 2 nunnum og rak eitthvað svona trúboð og þar ég fór stundum í sunnudagaskóla þangað þegar mamma þurfti smá breyk, maður einstæð móðir sko og það voru alls konar svona týpur sem að eru bara ósýnilegar í dag þannig að annarkvort, þannig að það er einhvern veginn búið að útiloka þær algjörlega og reyna að þurrka þær algjörlega út úr samfélaginu og þannig að þá ertu kannski komin einmitt ég held að þetta tengist allt svo við höfum kannski ekki alveg tíma til að fara djúpt í þá umræði hérna núna Jú, það var allavega ég held að ég er alveg upp í Kópavoginum líka og þar sá maður rosalega mikið skrýtni fólki það var opaslega mikið skrýtni fólki en ekki að í Kópavogi en í dag er þetta kannski bara alveg eitthvað svona hættulegt fólk Já, það er nefnilega ég held að sko sumpartinn náttúrulega reyndar held ég að í Kópavoginum litaðist það mikið að því að Kópavogshæli var og hét sko Já, og það eru náttúrulega komin alls konar betri úrræði kannski fyrir marga í dag en hins vegar að þá er kannski líka á einhvern hátt verið einmitt að ýta sumu fólki út í einhvern jaðar enn fremur. Mér finnst þetta bara, þetta er náttúrulega bara líka segin saga með samfélagsmyndina skiluru, allt sem heitir ummönnun er bara eitthvað auka. Það er bara auka. Við þurfum ekkert að vera að spá í það. Já. Það er bara að taka þetta. Það er að taka þetta. Er ekki eitthvað kona með honum? Ættingjarnir hana. Er ekki örugglega einhverja konur hana? Já, þetta er bara allir sér ólaunaða að vinna, þú veist, og allar áhyggjur innan fjölskyldna sem að bara þessar konur er að taka, sko. Þetta er ósýnilega hagkerfi sem er hvergi mælt og hvergi metið. Þú veist. Nákvæmlega. Og þannig að það er ekkert skrítið þá að það sé allt í haug, Nei, það er ekkert skrítið. Einmitt. Heyrðu, það var önnur frétt í vikunni sem að var tíðarvörur að það hafa sérstætt verið gerðar allt og fáar rannsóknir á tíðavörum. Þetta er frétt sem að vísaði í sérstætt aðra frétt á einhverju blaði í Bandaríkjunum. Já, voru þetta viðtal við Arnar Hauksson? Já, það var á Vísi og það var viðtal við Arnar Hauksson, kvensjúkdómalækni og Unu Emilsdóttur, sérnámslækni í atvinnu- og umhverfislæknisfræði við Holbæk sjúkrahúsi í Danmörku. Þannig að þetta er sérstætt Þannig að vera að tala framleiðsluferli meira á vörunum og sko sérstætt og hættulega efni eða samsetningu efna í tíðavörum það eru alls konar það má finna alls konar náttúrulega plastefni og alls konar jafnvel rotvarnarefni og undarlegustu efni sko og og jafnvel getur bómullin sjálf verið sko það getur verið eitthvað svona reon eða BPA eða eitthvað í bómullinni sem er einhver svona þeim þólast misvel sko allavega ilmefni þannig að það er þetta er svona óæskilega efni sem ætti ekki endilega að komast í tæri Nei, og þetta hefur náttúrulega verið svo lítið kannski rannsakað eins og raunar bara heilsufar kvenna það miðast allt við svona karlmann eða karlmenn í svona heilsufarsrannsóknum voðalega mikið þannig að það er svona minna af rannsóknum sem beinast að konum og þetta kannski endurspeglar bara yfirleitt í heilbrigðisvísindum líka ég meina jafnvel líka bara í sálfræði sko svona gamla kenningar þú veist þessu svona einhverjar hegðunarkenningar og fleira ég meina þetta er allt bara mjög gömul gögn bara mjög hvít og eru svona einhver svona millistétt efri millistétt oft í Bandaríkjunum og þessar kenningar sem eru unnar upp og þessu bara
stýra hér heilu kerfunum, sko. Já, gera það. Þannig að og endurspegla ekkert veruleika allra hinna. Nei, einmitt. En það getur verið í þessum tíðavörum, það getur verið alveg 60-faldur munur milli merkja á svona styrk ákveðna innihaldsefna. Þannig að þau hvetja konur til að lesa innihaldslýsingarnar á pökkunum. Þetta ekki líka þá eins og í Bandaríkjónum, þú veist þarna FDA, Food and Drug Administration, það yfirvald, ég man bara einhvern tímann lasi mig til með þetta, þú veist, það yfirvald eftir að Reagan tók við og svona bara upp framrás nýfrálsíkjunar, sko, að eftir sem að leið á hana og hún eldist, því veikara og veikara var þetta eftirlit, sko, og það hefur ekki tætt að jafna sig. Nei, en það held ég að það sé, sko, að sumuleiti mikið meira betur haldið utanum þetta henni í Evrópu heldur en Bandaríkjunum. Já, það er bara þannig. Þannig að ég bara fullir það. Já, það er þannig, sko. Það er þannig, sko. Þannig að það er miklu meira sem hefur verið leyft í framleiðslu í Bandaríkjunum. Já. Af því að það er náttúrulega markmið bara, þú veist, þú átt að hafa frelsi til þess að geta grætt beinlínis. Nákvæmlega. Þannig að það voru alls konar efni, náttúrulega litarefni, þú veist, hvað var þetta gula litarefni líka, mástu? Já. Það var eitthvað gult litarefni sem var hættulegt og svo mástu ekki blái ópallin og eitthvað svona. Þú veist, þetta er náttúrulega afleiðing af bara svona skorti á eftirliti, eða ekki? Jú. Og það eru svona, þetta er kannski ekkert samt algengt að það séu svona einhver eiturefni í þessum vörum, en það er samt alveg til, sko. Og það eru... Og er það mælst til þess að konur skoði innihaldslýsingar? Já, skoði innihaldslýsingar, af því þetta getur haft áhrif á taugakerfið, þetta getur haft áhrif á þalot, hormónakerfið. Kirtil, já. Einmitt. Já, konur gera þetta bara milli 5 og 7. Já, ég menna það er lesa innihaldslýsingar á tíðavörum. Betur gera út í búði en að lesa. Já, það er ekki tala að bæta því við. Er þetta ekki líka með alveg rosa smá letri? Jú, þannig að maður þarf að hafa lesklur. Ræðislegt, já. Þetta gerist alltaf fyrir 45. Já, gerist fyrir 45. Þannig að þá ertu nú enn með fulla sjónvonandi. Jú, vonandi. Herðu. Já. Herðu, svo er önnur frétt sem ég rakst á í vikunni. Það er frétt að hún Drífa Snædal er að fara að taka við sem talskona stígamóta, alveg rétt. Já. Þannig að og það var viðtal að því tilefni var viðtal við fráfarandi talskonu stígamóta, þannig að Steinunni Gyðu og Guðjónsdóttur og svona var verið að spurja hana hvað henni hefði fundist svona mest hafa breyst á þessum árum sem hún hefur starfað sem talskona. Hún náttúrulega var starfandi gegnum MeToo og allt þetta held ég. Hún byrjar hvað 2011. Já, búin að standa sér alveg frábæla. Og það verður áhugavert að sjá Drífu í þessu hlutverki. Já, einmitt. Það verður mjög áhugavert, sko. Og ég held nú að hún mun örugglega standa sér vel í þessu hlutverki Drífa, sko. Hún er náttúrulega alveg með hjarta þarna, sko, líka. En já, Steinun, mér fannst athyglisvert að lesa þetta viðtal við Steinunni vegna þess að, sko, hún er að tala að hlutinni breyttust rosalega með beauty tips. Já. Fyrst, áður með MeToo kemur, sko. Akkurat. Og þá í rauninni fara konur að sína svona samstöðu og posta. Já, þetta gerist inn í svo skrítinu grúpu. Ég man þegar þetta gerðist. Ég man bara, ég hjó eftir bara. Varst þú í Beauty Tips? Varst þú í grúpunni? Já, eins og ég sá inn á Beauty Tips, eins og það er að tala inn á Beauty Tips. Varst þú inn á Beauty Tips grúpunni þegar þetta gerðist? Ekki þegar þetta gerðist, eftir á. En fórst inn á hana? Já. Sama henni, ég var ekkert á henni, sko. Nei, af því ég hef ekki átt erindin í eitthvað Beauty Tips. Nei, ekki heldur. Þannig að þetta var eitthvað svo mögnu. En sýnir líka með bara þrýstingin, þú veist, á því að þetta komist upp á yfirborði, sko, þessar sögur, að þetta gerist í einhverju svona grúpu. Já, einmitt. En þetta allavega var til þess að bara, þarna var bara flæðandi allt Facebook og náttúrulega bara megna Íslendingum minn á Facebook held ég að fullum fólki. Og þá sá maður bara að, svona ofboðslegur fjöldi kvenna hefur orðið fyrir kynferðisofbeldi eða þekkir einhvern sem hefur orðið fyrir kynferðisofbeldi. Þetta var svo einfalt og flott einhvern veginn hvernig það var gert. Já. Þannig að þetta hafði rosalega áhrif og svo fara konur náttúrulega bara að segja frá meira undir nafni líka og stíga fram
og svo í kjölfarið á því náttúrulega MeToo fara konur að safna saman líka og segja frá í svona hópum og þannig að líka það verður líka svo ljóst þetta ofbóðslega bara stóra kerfislega vandamál sem að kynferðisáreitni og já, bara andlegt og líkamlegt ofbeldi gagnvart konum í nánum samböndum og innan fjölskyldna og á vinnustöðum, öllu þessu. Já, einmitt. Þannig að já, þetta er náttúrulega búin að vera alveg rosalegu tími, sko. Alveg rosalegu tími. Já. En svo komið svona bakslag í þetta núna af því þegar að núna bara frekar nýlega farið að greina frá nöfnum gerenda og birta myndir af þeim og þá einhvern veginn fyrir að koma bakslag, segir hún. Það sjálfsögðu. Já. Já, og líka þú dregur sko þekkt nöfnin í þessu umræðu sem að öll þessi mannorðsmorð sem eru nú bara allir ennþá starfandi og þérna bara vel. Kanselera bara öllum. Já, ég meina einmitt þessi umræðum slaufunar, cancel culture sko. Já, akkurat. Þannig að sem eiginlega samt núna orðin, ég veit ekki, ég er með svona tilfinningu núna að mér finnst eins og það sé ekkit verið að sko kanselleringin svona hún varir í svona 3 vikur eða eitthvað. Þú veist, mér finnst þetta að vera tíminn að styttast svo mikið. Já, einmitt, þetta er eiginlega ekki neitt og það sem voru umrúlega sko eins og meðan hvað heitir hann, gaurinn með gítarinn í Eyjum sem býr fyrir á Suðurlandi, Selfossi. Já, sem við munum ekki lengur hvað heitir. Ég man ekkert hvað hann heitir. Hann Ingo Veðaguð. Ingo, einmitt. Hann náttúrulega, ég meina, það var engin verkefnaskortur hjá honum. Svo skalt nú bara passaði hvað þú segir Ingo í svona opinberri umræðu. Nú þetta árið líka já, svo meiðir það, já. Því þú ert bara kærð fyrir meiðir þegar þú segir eitthvað. Það stofnuðu Sóley Tómasar og hún Elisabeth Dýri Atla, þær stofnuðu með það sem heitir Málfrelsissjóðurinn. Já. Og þar getur fólk lagt inn. Já. Einmitt, ég held að sá sjóðu sé enn starfandi, sko. Já. Sem styður konur sem lendir svona meiðirða árásum þessara manna sem hafa verið bendlaði við eitthvað misviðkvæmilegt þannig að þú kemur fram og segir frá og þá er hægt að bara þá getur einhver já, þetta er bara taktík, ég meina og svo bara lögmenn sem að stunda það að taka þessi mál að sér þú veist, og fara bara full force að einhverjum konur sem að kommentu eitthvað staðar akkurat þú veist, það er dreigilega sama svona já offorsið kannski, einmitt og maður sér núna sko, þú veist, gagvart láglaunakonum í verkefni í verkfalli Eflingar þú veist, að þessi það er einhvern veginn allar vélar ræstar til þess að bara kæfa þetta bara þær eiga ekki að fá að þær eiga ekki að fá að hafa neitt strúktúr til þess að verja sig, þú veist, þetta félag þetta endurspeglast á ólíkum stöðum sko í samfélaginu svona Heyrðu, svo kannski síðasta málið sem að ég rakst á, það var sem sagt BAFTA-verðlaunin í Bretlandi sem eru svona fræg, þetta er svona eins og Óskarsverðlaunahátíð já, þetta er svona kvikmynda og sjónvars frægasta hátíð Breta einmitt, já, þetta er svona eins og Óskarinn einmitt já, og þar sem sagt skrifar hún Lila Latif í The Guardian í vikunni grein, svona skoðanagrein og það sem hún segir bara hvað gerðist vegna þess að yfir netið flæddu og fjölmiðla flæddu myndir af vinningshöfum BAFTA og þetta var allt saman hvítt fólk nema kennirinn sem var svört kona já, gat verið og þetta er sem sagt á sér aðdraganda að hún spyrir sko hvað gerist vegna þess að 2020 að þá var rosa gagnrýni búin að vera í gangi það að bara lita fólk hefði ekki aðganga á þessari hátíð og það nú sko ekkert lítið held ég að lituðu fólki í Bretlandi nei, enga mín þannig að og já, 2020 þegar Joaquin Phoenix er að vinna til verðlauna fyrir The Joker þá er hann til dæmis að gagnrýnir er hann bara á sviði sko, hátíðina fyrir það sé augljóst að lita fólk ekki þetta er bara hvít hátíð þetta er bara hvít hátíð og það út frá þessu fer í gang einhver svona vinna, þannig að framkvæmdastjóri hátíðarinnar fer að skipuleggja að breyta reglum kosningakerfið og félagsaðildina og annað þannig að það fer alls konar eitthvað í gang og
það var svona sett sem markmið að fyrir árið 2025 þá ætti að vera 50-50 kynjahlutfall í bara félaginu. engan asa, sko, engan asa. Þetta er þarna ákveðið 2020. Sko. Við þurfum nú alveg 5 ára meðgöngutíma til þess að koma þessi kring. Alveg rólegi stráka mínir. Svo bara, svo átti að vera, þetta var samt mjög svona nákvæmlega útfært, sko, 20% úr minnihlutahópum, 12% úr fatlars fólks og 10% úr LGBTQI samfélaginu og eitthvað svona. Já. En svo, sko, komin alltaf árið 2023, þannig að það kannski bara 2 ári í þetta eigi að vera svona. Þannig að þau eru ekki tekst ekki betur upp en þetta. Það tekst ekki betur upp en þetta. Það er bara kynnirinn. En þú veist, það er bara kynnirinn, það verður vantarlega verið, höfum svarta konu sem kynnir, þú veist, þetta er alveg bara svona típist svona identity politics þannig, sko. En svo, svo bara vinnur enginn, svo bara því það hugafarið er bara þannig ennþá, að þetta er bara endurspeglun af þessu sama. Þú veist, það er kosið og þeir sem kjósa vilja bara sjá einhverja svona þetta er bara hvítar SA kvikmyndana. Þetta er SA kvikmyndana. Þetta er alltaf þannig. Þannig að þannig að þetta er nú ennþá svona í Bretlandi. En við býðum spenntar til 2025. Við býðum spenntar til 2025 og sjáum hvort að eitthvað breytist eða bara í orði en ekki borði. Kannski þurfa að endur útreikna hlutföllin möguleika. Þetta getur verið miklu flóknar en ég og þú skiljum, María. Þeir þurfa örgulega miklu lengri tíma í þetta. Eflaust. Ég hugsa það. En við látum staðan numið hér í Femínísku fréttunum í kvöld.